Það sem svona eitt af því sem mér finnst svona mikilvægast við starf samtakana að flýta greiningaferlinu, að það ennþá þannig að það eru ungar stelpur sem að byrja á blæðingum sem að halda að það að fá krampa og háan hita og æla sé bara partur af túrverkjum. Þannig sé bara að vera kona og það eitthvað sem svona það sem ég finnst svona frábært við samtökin. Og ég fékk leyfi hennar Silju Ástórsdóttur, formann samtakana, til að vitna hérna í grein sem að hún skrifaði og var birt á Vísi 2012. Greinin heitir Dagur hinna slæmu túrverkja. Fram eftir morgni græt ég og styn af kvölum. Ég dreg það eins lengi og ég get að fara á salernið, en loks get ég ekki dregið það lengur og maðurinn minn styður mig fram. Það stingandi sárt að pissa og það kemur yfir mig gríðarleg þörf til að hafa hægðir, en það jafnframt svo sárt. Ég finn að ég að detta út og læt mig síga niður á gólfið. Þegar ég ranka úr yfirliðinu líðanin óbærileg. Ég ligg á hliðina á köldu flísalögu gólfinu og kasta upp. Þegar það alversta liðið hjá, ber maðurinn mig inn í rúm, í vanmætti sínum reynir hann að hugga mig með því að strúka mér, en mér finnst öll snerting óþægileg. Mér finnst þetta bara svo, eins og ég sagði við Silju þegar ég var að biðja leyfi, ég vil ekki nota orðið svona falleg lýsing, en þetta svona, hún bara pínu falleg. Jú, ég ætla að nota það bara. Og með þessum orðum ætla ég að bjóða velkomin á svið hann Reyni Tómas Geirsson, prófessor, og hann ætlar að líta yfir farin veg og hvað var til þess að samtökin væru stofnuð og fara aðeins yfir sögu þeirra. Góðan daginn og til hamingju með daginn. Ég var beðinn að líta aðeins öxla á þessu 10 ára afmæli því að ég hafði talsvert að gera með það samtökin urðu til á sínu tíma. Það var þannig að ég var ekkit sérstaklega inn á endometriósi. Ég var fyrst og fremst alla mína tíð, ég núna að komast á eftirlaun. Ég var fæðingalæknir fyrst og fremst og hjálpaði konum með þunganir og fæðingar. En árið 1994 að þá kynntist ég manni í Oxford, miklum entúsiast sem heitir Stephen Kennedy, og hann kom hingað til lands og vildi fá okkur í samstarf rannsóknir. Og það átti að safna efni við í erfðarannsókn. Við fórum svo úr þessu í samstarf við Íslenska erfðagreiningu og ég fór að kynna mig sjúkdóminn. Ég fór að fara á þing sjúkdóminn og fundi sem tengdust endometriósu og ég fór að átta mig á því líka með að kvenna sem ég hitti í starfinu, því maður sá náttúrulega ekki bara þungaðakonur á Landspítalanum, hvað þetta var erfiður sjúkdómur fyrir marga sjúklingana, skjólstæðingana okkar og fjölskyldurnar. Svo þetta byrjaði þá í þessu samstarfi. Og við byrjuðum að safna gögnunum, Kristín Jónsdóttir og svo Guðlaug Sverrisdóttir, og ég hafði ágætan unga lækni, Guðna Arnar Guðnason, sem gerði verkefni með mér verkina, og seinna Jón Torfa Gylfason. Við reyndum að ná gögnum í erfðarannsóknir og reyndum að ná gögnum til að meta betur umfang sjúkdómsins á Íslandi og fá hugmynd líðan og heilsu kvenna og leggja til einhverja þekkingu á alþjóðavettvangi. Við höfum birt 4 greinar sem hafa vakið svolítið athygli á alþjóðlegum vettvangi og reyndar fleiri í öðruvísi tímaritum og birtingarstöðum og líka á Íslandi, og við erum búin að standa í því undanfarin ára að reyna að safna gögnum á ný fram til 2015, og þar hefur Kristrún Aradóttir unglæknir unnið með mér. Svo gerðist það árið 2003 að Auður Smith var ráðin af kvennadeildinni og hún kom þar meðast til liðs við Jens Guðmundsson sem var þá að byggja upp betur aðgerðir með kviðsjá, og
Auður kom með þekkingu á því hvernig átti að höndla sjúkdóminn betur í skurðagerðum. Og þetta var til þess að við Auður fórum að ræða það vantaði samtök kvenna. Við gegnum þessi erlendu sambönd þá hafðum við meðan við alheimssamtök endometriósu, World Endometriosis Society, þá hafðum við kynnst sjúklingasamtökum, sérstaklega í Bretlandi, Bandaríkjunum og Danmörku, þar sem var öflug kona sem heitir Lone Hummelshøj og vinnur ennþá fyrir alheimssamtökin. Og við áttum okkur því að þurfti á Íslandi eitthvað sem að gerða verkum að konur gætu stutt við konur og að við fengjum einhver stuðningssamtök sem hjálpi okkur við að reyna að byggja upp miðlæga og alhliða þjónustu fyrir konurnar. Það gerði svo sem ekki mikið meira en við spjalluðum þetta. En svo allt í einu upp úr þurru í 10. mars 2006 að þá kom grein í Morgunblaðinu eftir konu sem hét Ása María Björnsdóttir Tókóla og greinin hét Alþjóðlega kynningarvika á sjúkdómnum endometriósis og hún skrifaði þessa ágætu grein og ég fann símanúmerið hennar og hringdi í hana og talaði við hana og spurði hana hvort hún var ekki tilbúin að hjálpa okkur að stofna samtök. Og Auður hafði samband við nokkra af sínum skjólstæðingum. Við settum í september 2006 á fót verkefni, fengum læknanema til að vera með okkur, kynna sér allt endometriósu og hjálpa okkur að stofna sjúklingasamtök. 11. Ég held ég að við farið Kastljós 9. október 2006 og rætti eitthvað sjúkdóminn þar. Ég gæti ekki opnað þetta og 11.10. þá skrifaði Auður bréf til kvenna með endometriósu sem hún hafði séð í starfi og þetta bréfið þar sem við erum að benda á það að verði kynningarfundur samtökin föstudaginn 20. október næstkomandi í Hringsal sem að liggur þarna á milli kvennadeildar og barnaspítala Hringsins og hún hvatti konur til þess að mæta. Við fengum hjálp frá Danmörku í gegnum mína kontakta þá fékk ég þessa konu Hanne Hanne Veisti Hansen, já, heitir hún. Hún var formaður dönsku samtakana, ég fekk hann til að koma og vera með okkur þegar samtökin voru stofnuð og það var sem sagt blásið til þessa fundar. Það voru 100 manns á fundin með í mann rétt og það voru, eða nærfellt 100 manns og það voru 52 konur og kallar enda líka sem gengu í samtökin. Ég í samtökunum þó ég sé ekki með endometriósu sem betur fer og hafið ekki fjölskyldinu minni. Og þetta var fréttatilkynning sem var send út til fjölmiðla rétt áður en við fórum að stað með þetta og svo voru samtökin stofnuð, Ása varð formaður, þetta mynd sem fylgdi greininni sem hún birti þarna fyrir árið og svona sýnist mér hún lítið út í dag en ég veit ekki hvað hún er. Ég held hún sé í Noregi, ég fann hann allavega á netinu, hann í Bretlandi, já. Hún var kjörin fyrsti formaður og þetta var frétt sem að kom í einu af dagblöðunum. Þannig að samtökin eru tæplega 10 ára í dag, en það vor, sólin skín úti, páskalillirnar að koma upp og það hlýtur að vera góður tími til að halda þessa afmælishátíð í dag. Guli liturinn var fyrst settur á Landspítalann held ég 2010 og tekið vel í það að lýsa upp spítalann með gulum lit. Það var fyrsti kaffihúsafundur 24. júní 2008. Ég farið á fáina af þeim. Eygló ráðherra Harðardóttir, hún kom með gegst fyrir að gerð samþykkt þingsályktun að styðja við uppbyggingu fyrir endometriósu árið 2010. Og við höfum fjallað þetta á læknafundum, þar á með nú nýlega á læknadögum 2013 og það var stór ráðstefna á vegum samtakana 2012.
þetta mikið álag eins og þið all vitið sem hérna eru og þetta álag sem kemur inn á best aldur konunar þegar maður á að vera í fullu fjöri, þegar lífið á að blasa við manni og brosa við manni, brosa á mjúkum mosa en það gerir það ekki því miður. Það fátt sem veldur miklum kviðverkjum og veikindum hjá konum og það alveg rétt sem nefnt hérna áðan, það líða oft ár þá þetta greining fæst, meðferðin erfið, það tekst, gengur illa eiga við verkina, við blæðingar og við grindrálsverkina. Það þarf endurteknar aðgerðir því oft hefur tekst illa að ná burtu öllu af vefjaskemmtunum ef það reynt og þarf að hafa tilhengu til að koma aftur og það eru suma konur sem enda án kynnkirtlana á hormónagjöf. Þetta eru 1-2% kvenna sem eru með meðalmikinn eða svæsinn sjúkdóm á Íslandi. En það talsvert mikill fjöldi kvenna á frjósumaldri. Það eru einhver staðar milli 400 til 800 konur sem eru með talsvert slæman sjúkdóm á landinu á hverjum tíma og þar að vera kannski svona 200 sem þurfa talsverða umönnun. Það ekki lítið fjöldi og svo 3-5% með vægari form á frjósemisskeiðinu. Sem betur fer brennur þetta oftast út hjá flestum. Ég hef oft lýst þessu sem svona eins konar erfðastýrðum sjúkdómi. Það eru erfðir klárlega sem að koma inn í þetta, móðir og dóttir hér í salnum með sjúkdóminn. Og það var meira áberandi, það var ekki talað þetta í gamla daga þegar að lífslíkur voru styttri en núna og þegar að barneignum fækkaði og maður oftar á blæðingum heldur en áður. Svona eins konar, þetta hefur komið í ljós og komið fram með menningunni og ég hef átt kallað þetta erfðastýrðan menningar tengdan sjúkdóm. Það þarf að halda áfram. Það þarf að byggja upp meiri aðgerða aðstöðu á Landspítalanum fyrst og fremst því að það þarf að gera aðgerðirnar af teim með fólki sem kann vel á hvað þarf að gera. Það þarf að hafa rétta aðgerða tækni og sérþjálfa starfslið við þetta og byggja upp miðlæga móttöku með áherslu á greiningu, skipulag skurðaðgerða, meðferð til að halda sjúkdómnum niðri, hugað ungum konum og táningsstúlkum. Það vantar að sinna þeim betur að mínu mati. Það þarf að efla fræðslu í samfélaginu og við þurfum að halda áfram rannsóknunum, ljúka úrvinnslu á talsverðum efnivið sem við eigum bæði hjá Landspítalanum og hjá Íslenska erfðagreiningu. Og það eru framfarir sem að verða hjá Íslenska erfðagreiningu sem að geta hjálpa til við að skilja sjúkdóminn betur. Svo ég ætla að segja bara aftur við samtökin til hamingju með daginn. Ég ánægður með að hafa fengið að vera með allir þessi ár og takk fyrir mig. Mér langar nefnilega að nota tækifærið og deila með ykkur hérna hver ánægilegt samstarfi hefur ávallt verið við hann Reyni okkar, því hann Reynir okkar. Ég hef sagt frá því áður hvernig þegar við vorum á kafi í undirbúningur ráðstefnu um endómetríósu árið 2012 að þá var Reynir svo boðinn og búinn að hjálpa að eina helgina þegar hann og frúin voru á leið í sumarbústað hringdi hann sérstaklega í mig til að láta mig fá símanúmer eiginkonu sinnar. Hann vildi þannig tryggja að ég myndi nú örugglega geta náð í hann, jafnvel þótt hann væri út í garði að vinna og myndi ekki heyra í símanum. Sömuleiðis hef ég ekki tölu á þeim skiptum sem ég hringdi í Reyni við undirbúning hvatningargöngu samtaka um endómetríósu árið 2014. Þegar ég eitt skipti sem áður hringdi í hann út af snúningum, orðin hálf afsakandi yfir öllu snattinu og vesuninu í kringum mig, stoppaði hann mig af og sagði, nei, ég bara geri það sem þú biður mig um. Að þessu sögðu vil ég afhenda þér þetta heiðurskjal, Reynir. Á því stendur heiðursviðurkenning. Reynir Tómas Geirsson, prófessor, hlýtur heiðursviðurkenningu samtaka um endómetríósu á 10 ára afmælishátíð samtakanna þann 9. apríl 2016. Viðurkenningin veitt fyrir einstakt framlag til eflingar samtökum um endómetríósu
og ómetanlegan stuðning við konur með endometriósu undanfarna áratugi. Hafi hugheilar þakkir fyrir. Og svo smá blómvönd í lokin. Takk fyrir. Ég verði að segja bara að ég svolítið snortinn yfir þessu. Takk. Og já, ég get einnig sagt neitt meira. Ég held ég verði bara að fá mér sæti. Takk.